og komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Til mín er komin góður gestur frá Suðurlandi, ef við köllum hann frá Suðurlandi, utan af landi. Það er svona því samstöðin er svolítið staðbundin, því miður og heyrist jafnvel ekki einu sinni sko í útvarpinu heim til þín, en það er hægt að nálgast það náttúrulega á netinu. Og það er Hulda Brynjólfsdóttir bóndi og svona kölluð ullardrottning. Hún er rekur með manni sínum svolítið sérstaka spunaverksmiðju, litla spunaverksmiðju í anda bara gamallar tíðar sem að heitir Uppspuni. Og núna, ég baði að koma Hulda því að ég sá auglýsta í fyrra eiginlega og er búin að hanga á plakatinu, ég var svo hrædd að missa af þetta sem ullarvikan á Suðurlandi. Já. Sem ég fannst vera mjög spennandi því þetta er metnaðarfullt prógram, dagskrá og svona löngun til þess að uppfræða, bara er ekki almenning og sveitunga og alla sem vilja svona bara gamalt handverk og nýjar leiðir í því að nálgast þennan gamla auka verðmæti ullarinnar. Já, auka verðmæti ullarinnar. Og virðingu fyrir henni. Geturðu byrjað að segja mér bara kannski af hverju þú fórst út í þetta að stofna verksmiðju og bara sinna ullinni á þennan hátt? Já, ég skal gera það og takk fyrir að bjóða mér. Gaman að vera komin hingað. Ég er búfræðingur og mennt og kennari og við fórum að búa, ég og maðurinn minn tókum við bíli foreldra hans 2010 og ákvaðum að búa með sauðfé og holdanautgripi og síðan 2016 og þá hrynur afurð að vera til bænda. Og við stóðum fram með fyrir því að ákveða hvað viljum við gera, ætlum að hætta að búa með fé eða getum við einhvern veginn auki tekjurnar. Og það kom svona upp á borðið til mín hvort að ég væri til í að opna svona smáspunaverksmiðju eða mínimill eins og það kallaði á ensku. Og þá vissi ég nú svona nánast ég ekki hvað þetta var, en við fórum að skoða þetta bara vel og vorum mjög fljót að taka ákvörðun. Og 2017 þá erum við komin með vélarnar til landsins og setjum í samband og ítum og play 1. júlí 2017. Og erum búin að vera að vinna við ull síðan alla daga ársins, þannig að nema á jólunum kannski, þannig að það er brjálað að gera. Það er brjálað að gera og það er mikil eftirspurn eftir bæði þá raunverulega ykkar afurðum en líka ekki síst kannski þekkingunni eða hvað, uppfræðslunni. Jú, það er heilmikið verið og það er rauninni, það er svona ítir aðeins undir kennaran minn að koma þessu frá mér. Ég býð upp á kynningar og fólk getur komið og fræðist og svo hef ég farið hingað og þangað bæði hérlendis og erlendis með kynningarerindi. Við erum að vinna alla okkar ull af okkar kindum, við erum með 80 kindur, vorum með 300 þegar við byrjuðum en bara þetta skilar orðið það góðu og við erum líka svo mikið upptekin við eða önnum kafin við að vinna ull fyrir aðra. Fólk getur komið ull til okkar og fengið garnið sitt tilbaka. Og við getum unnið í smáum stíl, þannig að við getum tekið eitt reifi af einni kind og unnið það frá að til og við komandi fær garnið af sinni kind. Og eins líka, og það er mjög vinsælt, ef að fólk er með nokkra kindur, þá getur það fengið bara að þetta er af henni hölsu eða krúnu eða surtlu og ég veit meina sem er að setja mynd á kindinni á garnið þegar hún er að láta það frá sér. Þannig að það er mjög gaman að það er svo margir möguleikar þegar þetta er orðið á svona litlum skala. En er þetta eitthvað svona sem að telur þú að þetta sé vöntu núna inn í framleiðslu eða svona þessum ullariðnaði sem er orðið hvað, er ekki mjög mikið af ullinni sent úr landi, er ekki spuna? Nei, það var gert. Þá var verið að senda alla mislita ull, sem sagt flekkótt og það sem er ekki hreinkvít og hreinir sauðalitir. Það var selt úr landi mest í Bretlands til að búa til teppi en Ístex er farið að finna fleiri leiðir til að nýta aðra ull heldur en bara þessa hvítu og er að búa til sængur og ýmislegt fleira þannig að þeir eru að nota orðið meira mislit ullina. En það var vöntun á þessu þegar við byrjuðum og fólk var farið að senda ull erlendis í svipaðar smáspunaverksmiðjur til að fá sitt garn tilbaka því að það vildi geta notað sína ull. Þannig að það var vöntun á að opna þetta. En hver er munurinn fyrir aðra? Þá sem ekki eiga þá sínar kindur og vilja fá sitt garn fyrir aðra, hver er þá ávinningurinn, myndur þú segja, að koma til ykkar og kaupa
garð þarna en ekki bara í kaupfélaginu eða einhvers staðar í búð og kaupa lopa? Já, okkar garn er mígrann, maður á að venjast með íslensku ullina og það er fyrst og fremst fyrir það að við erum með mjög litlar vélar sem að fara mjúkum höndum hráefnið og svo notum við engin kemísk efni. Þannig að það er mjög mikið af ullarfitunni í garninu þegar við erum búin að vinna hana til enda og síðan mýkist þetta enn meira við notkun. Þannig að það er allt önnur áferð og svo er þetta 100% íslensk ull og við vinnum með sauðalitina. Þannig að við erum aldrei með sama litin á milli ára því það getur verið mjög breytilegt. Bæði það er svo margt sem hefur áhrif á endapunktinn á garninu. Það er ekki bara það hvernig við spinnum það. Það er líka hvað kindin borðar og hvar hún er. Það er til dæmis allt öðruvísu ull af kindum sem fara til fjalla eða eru í heimahögum og það eru bara óteljandi þættir sem að hafa áhrif á þetta þannig að kindin af henni Móru er kannski öðruvísi 2023 heldur en 2024 af því að það var bara meiri rigning í sumar heldur en í fyrra. Og hefur þú tök á því að þið að svona safna saman þessari þekkingu eða punta hjá ykkur þessar athuganir sem sagt að stunda einhvers konar rannsóknir eða er einhverjir aðrir í því? Eru margir í því að núna að rannsaka eiginleika íslensku ullarinnar? Það er svo sem öðru hvoru verið að athuga þetta og reyna að mæla eins og til dæmis míkrón eða grófleika ullar. Ekki spyrja mig hvað er mörg míkrónullin, ég man það ekki núna. En ekki undir svona pressu. Nei, ég spyr ekki að því ég er líka talanblind, þannig ég spyr ekki neina míkrón. En það er engin beinlínis að gera neina þannig sérstaka athugun eða rannsókn. Það eru óendanlegir hlutir sem mig langar að rannsóka en ég hef ekki tíma til. En já, það er líka svo margt sem maður hefur á tilfinningunni og með því að vera með hendurnar í ullinni alla daga ársins, allan daginn að þá er þá maður komið tilfinningu fyrir hversu ólík ullin getur verið, það er einstaklingsbundið, það er ekki bara litirnir en af því að ég nefndi það mislita ullin sem sagt flekkótt, hún hefði verið svona verð minnst áður fyrr, hún er eiginlega alltaf mixed og mér finnst langskemmtilegast að vinna með hana. En merkilegt. Þannig að var henni raunverulega, hún var flutt úr landi og var henni jafnvel bara flykt? Þegar COVID byrjaði þá var, skal ég segja þér, lokaðis Bretlandsmarkaður og þá sátu þeir uppi með, ég man ekki hvað marga 20 tonna af þessari mislit ull og þá borguður bændum 0 krónur fyrir hana. En hún hefur alltaf verið með lágmarksverðgildi. Og svo náttúrulega þegar bændur fá ekki eitthvað fyrir það sem þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að vanda sig með það heldur. Þannig að það er svona margt sem hjálpa stað með það. Þannig að þannig eru þeir umverulega að gera eitthvað sem er svona mælist til, er það ekki í umhverfis vænum anda að fullvinna eða vinna? Jú, að nýta allt. Já, það er mikil hugsjón á mér að nýta allt til fulls og henda engu. Þannig að ef það er eitthvað sem er ónótæft í spunan, þá nota ég það í landgræðslu eða út í garð, kringum tré eða bæði til að halda niðri græsvexti og eins til að örvan. Þannig að það má nýta hann á marga vegu, ullina, og það má líka þæfúrinni þó hún sé ekki hægt að spinna hana og svo má nota hana inn í púða eða gæludýrabæli. Þannig að það eru endalausir möguleikar og fólk er einmitt líka búið að vera, ég ætla bara að segja keppni, þar sem að verið að reyna að finna möguleika á að nýta mislitu-ullina og þar hafa komið fram ýmsar sniðugar hugmyndir, til dæmis að setja fræ í ull og dreifa henni beint út og svo spíra fræið í gegnum ullina upp úr og vex svona í moldina. Það er einn sem er að búa til svona kotta til að hjálpa sér með brjóskloss og er að reyna að koma honum á markað, þannig að það er og einangra hús. Ég segi ef að það er ekki hægt að gera það með ullina þá er það því okkur hefur ekki dottið í hug. En þarna er nýsköpunar starf í gangi. Já. Og finnst þér að fá stuðning svona? Er þetta komið á þann stað að þetta er orðið dálítið markvisst? Það er mikill áhugi á því sem við erum að gera og nota þetta garn og mér finnst líka fólk hafa mikinn áhuga á að nýta ullina. Við erum hins vegar í þeirri stöðu. Við höfum alltaf þurft að nota ull af því að hér er kalt og vindasamt og ullin er það eina sem að virkilega heldur á okkur hita. Og ég segi alltaf guðsíló fyrir Ístex því að þeir stóðu af sér mikil harðindi á ákveðnum tímapunkti þegar það gekk illa og hafa alltaf búið til garn. Þannig að við erum með þann möguleika að senda ullina til þeirra og fá hana unna. Á móti er út í Evrópu og út allan heim og líka bara á þessum ullarlöndum sem maður talar eins og Nýja-Sjáland og Ástralíu.
Það verið að henda ull og brennana af því að það ekki hægt að láta vinnana. Og það líka, þó að fólk hafi áhuga á því, þá kann það ekki að nýta hana. Og það eitt líka sem að hvatti mig mjög til að fara í þessa vegferð. Það var að viðhalda gömlu handverki. Og ég lærði að handspinna mjög fljótlega eftir að ég var svona alvöru sauðfjárbóndi og hætti að kenna. Og það var eitt af því sem að líka hjálpaði mér síðan þegar við héldum áfram að ég vissi hvernig garnið varð til. Hver kendi þér þetta? Við fórum eiginlega saman í þetta nokkrar þarna í sveitinni. Það var ein sem að fekk rokk í afmælisgjöf þegar hún var 50 og fekk vinkonu sína með sér til að læra að spinna. Og bara ári síðar dett ég inn í þann hóp á samt mákonu minni og við förum að hittast aðra hverja helgi yfir veturinn og erum bara að spinna og læra hver annari og við erum að fá kennara og læra af þeim og fara á alls konar svona ullarráðstefnur og úr þessum hóp verður svona félag sem heitir Spunasystur sem eru mjög aktívar þarna í Rangárvallasýslu. Og þeir eru svolítið aktívar í þessari ullarviku. Jú, ég ætla að segja það. Ein af þeim, þessi hópur stendur að ullarvikunni ásamt þeim í Þingborg sem hinum megin við ána. Þannig við erum svona, segjum megin við Þjórsá svo ég segi nú hvaða á. Og við stöndum sem sagt saman að þessari ullarviku sitt hvoru megin við Þjórsá. En það samvinna þarna milli ýmsa ullar áhuga kvenna líklega mest eða hvað? Jú, það langmest konur. Já. Og þetta handverk, þetta nú svona, þetta mestmægnis þetta kvenlega handverk, það ekki þó kallar hafi líka tekið þátt í? Jú, kallar prjóna líka og við fórum einhvern tíman á handverkshátíðina nei, það var ekki handverkshátíð, það var á Hrafnagili, nú man ég bara alls ekki hvað hann heitir, það var sem sagt yfir sumrin. Það var í mörg ár hátíð þar og þar vorum við tókum rokkana með okkur og settumst fyrir utan og vorum að sýna spuna og rokk og snældu og allt mögulegt. Og þá voru eldri menn sem komu til okkar og sögðust að hafa spunnið sem krakkar. Og þá oftar kannski á snældu heldur en rokk. Og svo heyrði ég það undir Eyjafjöllum einmitt að kallmenn hefði verið oftar hafðir í því að hafi séð að spinna hrosshárið. Já. Svona þetta grófa. Akkurat, já. Og það voru sérstakar hrossársnældur. Ég talaði 50 afmælisgjöf. Ég fekk nú þessa snældu í 50 afmælisgjöf frá góðri vinkonu mín undir Eyjafjöllum að ég hef mjög mikið áhuga á þessu og þetta íslensk snælda sem einhver smíðar? Já, hún verið það stendur hérna með höfðaletri eins og í gamla daga stendur Oddný Eyr á mig. Akkurat, já, eins og var í gamla. En ég, og þetta geita ullin mín og ég kom einhvern með til þín og en ég hef náð að búa til þráð, óbáslega svona slæman eða svona með mörgum hnökrum. Já. Og það er náttúrulega gaman að bara eiginlega svo mikið af myndlíkingum í íslensku máli komin úr ullavinnslunni. Þannig að maður skilur eiginlega betur í að koma snuðra á þráðinn og hnökrar og slitna En þetta svona eins og einhvers konar hugleiðsla. Já. En ég var einmitt mér langaði alltaf að vita hvort það væri eitthvað, hvort að þið kenduð, hvort það væri kennsla markviss kennsla á. Á ullarvikunni kennt að spinna, já. Spinna? Já. Nú þá bara bæði svona fyrir byrjendur og svo fyrir lengra komna. Og svo ein sem að koma frá Ameríku sem að kenna að tvinna. Sem sagt þegar þú ert búin að spinna þráðinn þá setur oft saman 2 eða 3 að tvinna eða þrinna. Og hún að kenna svona alls konar aðferðir við að tvinna, það mjög skemmtilegt. En þú ert nú kannski ekki með einfaldasta hráefni til að spinna því að geitafiðan dálítið erfið. Já. Og en þú kendi mér að taka ofan af að hæra eða hvað þetta Já, taka ofan af. Já, þá tekur maður. Þetta svona voðalega mjúkt eins og bara, það ekki kasmírull líka við? Jú, geitin með kasmír. Og svo þetta stríið. Já. Það ekki, stríið? Jú, og það hreinsa maður frá. Já. Og við erum með vél sem að hreinsar þetta frá, sem við köllum hárskilju, þarna í uppspuna. Og við getum verið með alveg hreint kasmír til að búa til garn. Og ég einmitt með, talandi að sína eitthvað, ég með klút sem prjónaður úr geita eða kasmír garni. Og svo boðungurinn með dís, eða það ein tegundagarni sem við búum til sem ull. Og mér langar aðeins að segja frá þessum klút ef ég má. Já. Af því hún Halla, forsetinn okkar, var alltaf með klút. Að þá var ein af spunasystrum, svona forsprakkin okkar svolítið, hún Maja Siska. Hún sagði að það gengi náttúrulega ekki að hafa konuna ekki með ullarklút. Þannig hún hannaði svona lítinn klút í stíl Höllu sem bara svona rétt hálsinn og heitir náttúrulega Hölluklútur.
og þessi eru geitafiðu og ég ætla að leyfa þér að koma við hann því að það er svona, má ekki að henda þessu bara? Jú, takk. Óbóðslega mjúkur. Þetta er eitthvað allt annað, þetta hráefni. En alltaf geitaullin hún er ennþá hlýrri en sauðaullin það ekki? Ég vil ekki segja af eða á, af því ég hef ekki reynt það sjálf. Nei. Þannig að hún er óbóðslega mjúk og hún er hlý. Og það er einhvern veginn bara ferum mann hlýr straumur að koma við þetta eða setja þetta á sig. Eru þarna, hvaða ull er það aftur sem er sko hárin eru hólað innan? Það er af nautgripum. Nú það er af nautgripum. Á ég henda aftur til því? Já, ég er nú ekki góð að grípa, en við getum reynt. Já, þannig að þetta er opið svona ef við segjum fólki, hvað sirka þetta hérna, ég hef nú komið til henni í Mannsandagælu, þetta ekki eftir að maður keyrir frá milli Selfoss og Hellu? Já. Og þegar þú keyrir frá Selfoss og ferði við Þjórsábrú, þá er þetta bara fyrsta beygja til hægri, niður að sjó og þetta er staðsett í Lækjartúni. En mjög margir viðburðir ullarvikunar fara fram í Þingborg, félagsheimilin í Þingborg og það er áður en þú ferði við Þjórsá. Og fyrsta árið var 2020 þá ætluðum við að halda ullarviku en út á Dollu þá var það ekki gert og það var af því að þá urðu Þingborgarkonur 30 ára þannig að það var svona verið að halda upp á þeirra afmæli og við höfum fengið leigt félagsheimilið af sveitafélaginu þarna, Flóahrepp og þar eru ýmsir viðburðir námskeið og fleira og svo erum við með námskeið til dæmis hjá mér í uppspuna og í svona vinnustofum hjá spunasystrum líka þannig að það er svona víða hægt að komast á námskeið og síðan verða prjónakvöld það verður svona að setja upp kaffihús í Þingborg þannig að það er hægt að koma með prjónana og setjast og spjalla og prjóna svolítið og þar verða haldin fyrirlestur til dæmis feldfjárrækt og síðan endar þessi hátíð á markaði og hann byrjar á sunnudaginn næsta 2009 á litasýningu þar sem er hægt að fara og sjá mislit fé í öllum litum og það er í Árbæjarhjálegu upp á landi. En svo er líka verið að kenna það ekki að lita með íslenskum jurtum? Jú, það er verið að kenna að lita með bæði íslenskum og innfluttum, til dæmis Indigo, það er innflutt jurt og það er verið að kenna að prjóna setja upp lópapeysu og einn skapandi prjón og þannig að þetta er í rauninni bæði fyrir byrjandur og lengra komna. Það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Og er þetta svona bara frá sunnudegi núna næstkomandi og út vikuna? Já, fram á laugardag í vikuna. Og er eitthvað svona síða bara ullarvikan.is, það er hægt að finna allt þetta, bæði á ensku og íslensku. Og þarf að skrá sig eða ef menn eiga leið hjá geta menn bara svona komið inn í Þingborg til dæmis? Ef að þið langar á námskeið þá þarf að skrá sig. Já. En það eru einhver námskeið sem eru opin og hægt að bara koma við. Og það er eins og hjá okkur í uppspuna þá verða opin hús, það er sem sagt opin vélasælur, þannig að fólk getur komið og skoða hvað erum að gera. Og það er til dæmis hægt að kíkja í litunabotana. Einn daginn, það verður víkingadagur og fæ ég víkinga í hlaðið sem að koma í klæðum, víkingaklæðum. Og ég ætla að prófa, ég hef reynda að gera það einu sinni áður að búa til ketilkaffi, það var mjög gott. Það var meira að segja þegar síðast var þá voru víkingar og komu og við drukkum ketilkaffi og tveir þeirra drukku úr hornum sem að mér fannst mjög smart og síðan er opið hús með rúning þannig að það er hægt að fara og sjá kindurnar rúnar. En hafa einhverjir komið með til dæmis hár af hundinum sínum eða kettinum sínum? Já, ég hef spunnið hundahár. Já. Gerði það einu sinni. Og það gengur bara vel í þessum Jú, það gengur alveg en við gerum það samt ekki fyrir fólk. Nei. Það lyktar allt húsið eins og blautur hundur þannig að við erum ekkert að því. Já. En svo er það líka, við höfum það mikið að gera í ullinni og ég hef vísað á handspunafólk ef að fólk vil fá af hundinum. En talandi eitthvað hlýtt, þá eru hundahár það hlýjasta sem hægt er að vera í. Nú er það, já. Og þau eru ótrúlega mjúk líka. En það er náttúrulega þarf að vera hundur sem er með svona nánast í tó og þeli, allavega tveins konar hár. Þannig að það sé eitthvað til að spinna. En þú talar að þú sért með að þið hafið eiginlega fækkað fénu ykkar eftir þið byrjuð á þessu. Er það líka, breytust eitthvað búskaparhættirnir hjá ykkur og svona ykkar meðvitund raunverulega svona framtíð búskaparins á Íslandi og tengingur með handverkið og svoleiðis? Bæði það að fara svona svolítið til fortíðar og horfa á gamalt handverk, það leiti okkur líka að því að fara að horfa á eitthvað annað sem er kannski eldra og hvernig við bjuggum hérna áður fyrr. Og af hverju við þurfum að nota svona ofboðslega mikið af
efnum, svona sem gerfi efnum eða tilbúnum efnum, og þá er ég að tala tilbúin áburð og eiturefni. Það er ekki mikið notað á Íslandi en gríðarlega mikið erlendis og þá sérstaklega í Ameríku. Og við fórum að sjá mjög mikið það sem kallað er regenerative farming á ensku eða auðgandi landbúnað. Og við höfum búin að vera að búa með þeim eða okkar búskaparhættir eru þannig síðan 2019. Getur útskýrt það konsept aðeins? Já. Man líður svona eins og þetta sé alveg lykil hugmynd svona auðgandi landbúnaður. Já. Þetta byggist upp á því að maður það var árið 1950, hann fór að horfa til þess hvernig hann gæti bætt þjóðgarða í Afríku. Og hann hélt að það væri of mikið af villtum dýrum og það er best að reyna að fækka þeim því það var orðið svo mikið af þurrkum og þurrum landsvæðin sem að uksu ekki almennilega og við meira séum að lesa núna að það eru sömu aðstæður þá að fara að farga einhverjum hellinga villtum dýrum. Og svona til að gera langasögu stutta þá fór hann að hugsa það hvernig var þetta í gamla daga þegar sléttunar voru fullar af villtum dýrum og þær fóru í svona hringi og þeim var fyllt eftir að rándýrum. Þannig að grasbítarnir gengu undan og rándýrin eltu, þau hirtu veikudýrin og ef einhver drápust af eðlilegum orsökum þá var það hreinsað upp. En grasbítarnir fóru ekki tilbaka til að borða grasi sem þeir höfðu verið að borða. Heldur héldu alltaf áfram og fóru einhvern hring og grasi fekk frið til að vaxa aftur. Og jörðin fekk líka frið til að byggja upp lífríkið í jarðveginum. Og jarðvegurinn er í sjálfu sér undirstaða alls því þar er allt lífið sem plönturnar nærast á og síðan dýrin á þessum plöntum og svo við á einhverjum af þessum dýrum. Og við erum að gera þetta þannig að við erum þá í rauninni rándýrin og fylgjum þeim eftir með rammaskýrðingum og þau komast ákveðið langt áfram en aldrei tilbaka og við erum að reyna að hafa þau í þéttri beit á litlu svæði þannig að þau dreifa skítnum og við spörum þannig að við þurfum ekki að dreifa skítnum af því hann er einhvers þar inni eða í hrúum þannig að það er ekki olíukostnaður eða dráttarvélanótkun við að dreifa því. Þær eru að býta sjálfar grasið, kýtnar sérstaklega. Við þurfum ekki að slá það og setja í plast og keyra því síðan til þeirra. Það sjá sjálfar að éta þetta, þannig að við erum líka að spara dráttarvélar þar. Við erum að spara plastnotkun. Og með því að dreifa skítnum svona jafnt á, síðan erum við líka búið til moltu sem við dreifum líka á, að þá erum að fá áburðin jafnóðum. Þannig að grasið vex síðan betur. Og er þetta allt árið kring? Já, við nýtum þetta allt árið kring, en þá erum við að gefa hey á veturnar og dreifum úr því þannig að kýrnar komist vel í það. Já, þetta eru kýr? Já, þetta eru holdakýrnar. Kindurnar eru í þessu á vorin og haustin en ekki verið hásumari, þá fara þau til fjalla og svo er það inn á veturnar. En við hleypum þeim út þegar veðrið er gott. Þannig að þið eru komið með þessa hugsun, þetta er ekki bara svona einhvers konar listastarf eða svona, hvað er það, menningarstarf og jafnvel ferðamennska kannski að kalla til já, eða ykkar, já, þessi aðferð ykkar búskapur, kalla til víkinga líka, svona að maður gæti séð þetta bara sem, rifja upp gamalt handverk svona bara eins og til þess að auðga einhvern anda, en þið eru líka raunverulega að hugsa til framtíðar. Já, við gerum það og við erum mjög opin fyrir öllu, þannig að við hlustum á allt sem við heyrum og metum og reynum að nýta okkur í hag við það sem við erum að gera og en alltaf með í huga að það sé verið að hugsa vel allt, bæði frá jarðvegi og plöntum og til dýran ekki síst og svo okkur sjálf. Núna erum við búin að vera að tala við svona ég veit ekki varðandi svona framtíðar áætlanir og í loftslagsmálum og náttúruvernd og þannig og munum þykir nú svona heldur óframsýn framtíðar áætlunin sko og kannski vanta svo mikið líka það sem kallast svona einhver hvatakerfi eða raunverulega jákvæðinni gagvart því að fólk sé að reyna sig við nýjar leiðir og meira í sátt við náttúruna. Fyrst myndir þú geta svona ef þú ert komin hérna við rauðaborðið og hérna er oft svona gagnrýnin samfélagsumræða, getur þú reynda kvart yfir einhverju? Það er nú rosalega lítið fyrir að kvarta en meira fyrir að byggja upp. En mér finnst þetta vera algjörlega leiðin og við erum á villigötum með að halda dýr séu slæm fyrir náttúruna eða umhverfið því að þau hafa náttúrulega verið hérna jafn lengi og við og hafa alveg sama rétt og við og ef ég geti kvarta yfir einhverju þá var það vanvirðing gagnvart þessum dýrum. Það sem að þessi maður hann út í Afríku áttaði sig á var að með því að beita þétt kúm
eða jórturdýrum á einhverju bletti og gefa þeim, þá fór grasvöxtur að skila sér. Þannig að það búið að reyna þetta í 70 ár og sanna þetta. Og ég geti líka kvartað yfir því að okkur ekki fleiri að þessu, en við erum mjög fá hérna á Íslandi sem erum eitthvað að pæla í þessu. Já, ég myndi segja að þetta það sem að skiptir máli fyrir loftslagsmálin. Það að vera með jórturdýr. Því að sumir segja að þau prumpi og þar með sé allt í voða. Ef að það því skoðað aðeins betur þá það rangt. Það ekki það sem voðinn, heldur ýmislegt annað. Ég ætla ekki að fara mikið út í þá pólitík. En og síðan líka þegar fólk að borða þennan mat sem alinn svona og engin viðbætt efni í, þetta bara hrein matvara, alinn við hreinar aðstæður á heilbrigðum jarðvegi, þá maður líka heilbrigðari. Af því að maður ekki að taka inn bæði áburðarefni og eiturefni. En finnst þið vera nóg þá svona áhersla lögð á það kannski í stefnumótun á Íslandi í landbúnaði og öðru að styðja við slíkar aðgerðir? Nei, og það líka út af því að þetta svo nýlega, það var þegar við fórum að kynna okkur þetta hér og spurðum ráðgjafa hér út í þetta, þá var eiginlega enginn sem vissi þetta eða hvað þetta væri. Það var einn sem að svaraði, jú, ég hef nú eitthvað heyrt af þessu. Þannig að við erum algjörlega þarna og við höfum engan til að tala við eða spyrja út í, þannig að við vorum bara á netinu að skoða hvað að gerast annars þar í heiminum og fræðast þaðan. Þannig að þeir ekki búin að kannski kynna sér þetta heldur nógu vel. Það að koma núna. Og eins þú segir ullavinnsluna að það hefur tíðkast of að nota sem sagt sterkar sápur það ekki og sterk efni sem að raunverulega fara þá náttúrulega út í jarðveginn, út í sjó og sem þið eru að sportan gegn þeirri. Já, og í rauninni að leiðbeina líka með það að fólk átti sig á hvað ekta. Eins og til dæmis með Superwash sem rosalega vinsælt, sérstaklega í barnafatnað af því að það má gjarnan setja það í þvottavél, flíkin breytist ekki. Veitu hvað Superwash? Já. Hvað byrju Superwash? Það wash, það ull eða? Nei, Superwash bara það bara, sem sagt, þú getur fengið merino og ullargarn sem heitir Superwash. Og á hverju einasta hári í ull eru litlir krókar, pínulitlir krókar sem þú sérði ekki. Og ef að þeir verða fyrir ertingu þá þæfast þeir saman og flíkin þæfist. Þannig að þú mátt ekki setja ullarpeysu í þvottavél á 40-60. Þá þæfist hún og passar kannski á dúkku. En með Superwash þá búið að skrapa þessa króka af og síðan húða garnið með altså hvert einasta hár með plasti. Þannig að það plasthúðu utan á garninu. Þetta steindautt efni og þess vegna þæfist það ekki. Það hefur verið prófað að reyna að þæfa merino, Superwash garn og það ekki hægt. Og það svona má þú þetta. En í hver skipti sem þú þærða þá fara plastdagnir út í umhverfið. Vá, þannig að raunverulega þegar að maður kaupir til dæmis ullar nærföt á börn eða ullar sem eru meirinn á ull og með furðulega seg í þvotti, það stendur ekki neitt á miðanum að þarna sé plast saman við eða? Það getur verið að standa í smáletrinu en þetta á ekkert við öll ullarföt, ekki heldur nærfötin, þetta ef það stendur Superwash. Og það líka allt í lagi að þú getur þvegið ullarföt á 40-60, þá myndi ég nú fara að hugsa aðeins og skoða betur smáletrið. Bara þannig að við séum alveg með það Superwash, það vont að það standi, ekki? Jú. Já, það mín skoðun. Þetta eiginlega samt svona dæmigert fyrir margt við verum eiginlega snúatöldi svona athyglinni að það svo margt sem við kannski bara orðið super eitthvað, nú yfir jákvætt sko. En við verum alveg að vinda okkur svolítið í að snúa við hjólinu sko, að þú veist, raunverulega er það vont. Já. Og hraðinn og magnið og svona Það munurinn á þessu og hreinni ull til dæmis að þegar þú ert búin að nota hana í drasl eins og maður segir og þú nennir ekki að gera við hana lengur, þá setur hana bara í moltuhaugi. Af því að hreinu ull brotnar niður á náttúrulegan hátt og verður bara jarðvegi. Þannig að það þannig gert með þessi hreinu náttúrulegu efni. En leið og komið eitthvað plast í það, þá það ekki hægt, því það verður eftir og brotnar ekki niður. En þú áttar þið þá líklega á því að þú ert ég var að tala við svona íslenska frumkvöðla, kvenfrumkvöðla, að þá ert þú væntanlega í þeirra hópi, kvenfrumkvöðl í spuna, í því að taka upp þetta gamla
einhvern tímann var ullin spunnin svona það ekki á Íslandi, einhvern tímann voru til almennilegar spunnavélar. Jú, en ekki svona. Þær voru minni og mest notar okkur eða minni spunnavélar. Og hvaðan koma þessar? Þessar koma frá Kanada. Já. En þannig að það er mikið í húfi að að við njótum þinnar uppfræðslu. Já. Kennara genið. Já. Kemur sterkt fram í þér og við erum og við haldum þessari þekkingu. Já, við haldum þessari þekkingu og setja henni í samhengi mitt við að hvað er mikilvægt, af hverju er mikilvægt að við haldum henni. Við erum að tala semst við Huldu Brynjólfsdóttur, bónda og ullar frumkvöðul, vil nú bara segja, spunadrottningu, uppspunni náttúrulega því líka líi er það ekki svolítið, þannig að þetta er svona svolítið leikur hjá ykkur. Já, við höfum gaman af orðaleikjum. Dóttir mín, mannum bara ekki núna hvað hún gömul þegar við byrjum með þetta, hún ekki verið rétt 20. Og þegar hún vissi að við varum að fara að panta þessar spunavélara, þá var það fyrsta sem hún sagði, mamma, þú lætur þetta heita uppspuna. Og mér fannst það alveg út í hött en ákvaða slá til því að ég hef svolítið gaman af því. Og síðan er þetta bara búið að vera eins og legasaga, gangurinn á þessu, því að við höfum alltaf fundið fyrir svo miklum áhuga og þetta bara gengir rosalega vel. Og bændur í kring og bara fólk er spennt fyrir því að bæta við sér þekkingu og rifja þetta upp og gera tilraunir. Já, og nota þetta garn og síðan líka óbóðslegur áhuga erlendis frá. Ég fæ mikið af fólki til mín sem er að leita að þessu. Og geitautun, til dæmis, þú sagði mér það, það er eftirspurn eftir henni og hún er mjög dýr. Hún er það, já. Og náttúrulega líka, við erum þau einu sem getum spunnið geitafíðu fyrir bændur. Áður voru þeir að selda þetta út því það þarf svo litlar vélar til að spinna svona lítið magn, geitin er með svo lítið magn. Þetta er algjörlega verðlaust svona sem þetta er í þessum hatti hérna. Já, ég myndi nú segja það. Þannig að það þarf að vinna það vel, vinna það af þekkingu. Já. Og við bendum bara hlustendum og áhorfendum á að kynna sér metnaðarfulla dagskrá á netsíðinu ullarvikan.is og ullarvikan er að hefjast núna á sunnudaginn og stendur í hvað heila viku næstu? Heila viku og það er hægt að fara líka og heimsækja spunasystur og fleiri með vinnustofur og við gáum út svona kort með hvar hægt er að fara eða hvar þær eru staðsettar. Allt skemmtilegt handverk líka frá ykkur og svona prentverk sem að tengist og sem er skemmtilega líka og svona bjóða mann velkomin, já. Akkurat. Og þannig ég er bara hlakka til að koma, ég vona að mér auðnist og fleiri hlustendum að koma og uppfræðast og spinna svolítið. Já. Og þakka kærlega fyrir kíkja á námskeið eða fyrirlestur og koma á markaðinn. Ég held að það verði alveg gríðarleg upplifun. Já, markaðurinn er helgina næstu er ekki? Já, 5. október. 5. október. Það endar á markaði. Þá segi nú bara Hulda Brynjólfsdóttir, bóndi og ullardrottning, takk fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur frá ullinni og búskaparháttunum og bara nauðsynlegri hugarfarsbreytingu. Já, takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér. Og þannig lýkur spunanum á samstöðinni við rauðaborðið í kvöld. Þökkum kærlega fyrir öllum okkar viðmælendum. Þökkum tæknimanninum Pétri Fjellsteð fyrir að keyra út þáttinn og fyrir góða samvinnu. Og við þökkum hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og fylgja okkur eftir og halda áfram að ræða það sem við hefum verið að ræða hér við borðið í kvöld. Og við minnum á líka að það má styrkja okkur á svona fjárhagslegan hátt ef fólk hefur einhver tök á með því að fara inn á vefsamstöðvarinnar. Þar er takkið sem stendur áskrift og má borga mánaðarlega einhvern svona smá pening til þess að styðja við dagskrárgerðina og við róttæka opna gagnrýna samfélagssamræðu samstöðvarinnar. Kæra þakkir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.